Þú ert að hlusta á Tvo kalla. Hér eru þeir, Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Sælir sömul. Haukur Bragason. Ég heiti Þorsteinn Vaff Einarsson. Tveir kallar. Mættir í stúdíó klukkan 11:30 á sunnudagskvöldi og þátturinn okkar á að koma út rétt rúmlega 12 og eftir, rétt rúman hálftíma. Já. Sem mun ekki gerast, en það verður aðeins seinna fyrir mig. En þetta eru upplýsingar sem að skipta engan máli. Jú, Því að fólk... Þú manst eftir fólkinu sem að býður bara eftir að hlusta á þetta fyrir svefnin, sem ég skil ekki, sko. Já, það er náttúrulega undarlegt, sko, en... Nú er vikan þeirra ónýtt. Já, það er spurning hvort að það fólk sem að var að hlusta bara upp úr miðnætti, sko hlusti bara upp úr miðnætti, þú veist, sólarhring seinna, hvort að það taki þá bara morgunvaktina, sko. Já, ég skil ekki, já. Það er spurning, ég veit það ekki, við ætlum kannski að kanna þetta. Kannski vikan ekki ónýtt, en dagurinn er svo sannlega ónýttur. Nóttin er kannski ónýtt, maður veit ekki. Yes. Já, heyrðu, það Flæktur eitthvað. Já. Ég glemdi alveg að tjekka á rafmagninu hvort það væri svona rafmagnsljóð, ég heyri ekkert rafmagnsljóð. Þetta ekki bara fínt? Varstu að tala um hann eitthvað svona... Já. Hljóðið þarna? Nei, ég er bara fjúlist þér. Það heyri það enginn nema þú. Herði, ég ætla aðeins að pjalla svolítið. Já. Það er hópurinn okkar á Facebook. Já. Tveir kallar umröðahópur. Já. Það sköpuðust að því þú sagðir að ég ætti að byrja þáttinn. Já. Ég ætla að varpa því yfir á þig. Það sköpuðust nefnilega líflegar umræður. Var ég ekki með þeim? Já. En það voru svona eiginlega þig. Ha? Já, var svona að vera að gera grína þér. Býttu nú við. Ég ætla að halda því áfram. Nei, ég hef eitthvað mistað því. Nei. Jú. Það tengist inn í Jennifer okkar. Já. Sem að þú bauðst á prom. Öfugt. Hún bauð á prom, þér á prom. Já. Vá, ok, vel gert, gamli. Í Bandaríkjunum. Já. Maður var þar smá stund. Já, og það, hópurinn vildi fyrst, hann var þyrstur í að fá að sjá mynd af henni. Já, þú meinar þú og Gísli? Já, aðalega. Já. Ok. Og kannski hverja tvær konur þarna. Aðalega þú og Gísli, en ok. Aðalega ég og Gísli. Já. Og þú lofaði þér að finna mynd. Já. Og þú sveikst það. Nei. Og þú fannst hana ekki. Já, svona. Og svo listu konuna þinn að finna hana. Já, úst, ég leitaði og hún var nýbúin að vera eitthvað að vesenast með þetta. Já. Þannig að þá bara þurfti hún að finna þetta. Já. Ég vissi alveg hvar myndi var áður en hún eyðilaði það. En það tók nú steinin úr þegar að Þorsteinin þegar að hún tilkynnti síðan á Já, ég veit alveg hvert þú ert að fara með það. Að hún Jennifer, reynda að kalla hana Jessica. Já. Pínu fyndi. Já. Að nú er hún Jennifer komin aftur á sinn stað. Þannig að hún gekk sem sagt frá henni í minningakassan þinn. Já. Hún var eitthvað ósátt við það að hafa hana Jennifer mína þarna uppi sem stofi djást, en ég skil ekki alveg að hverju. Og eftirfarandi samskipti áttur sér stað. Ok. Nú er hún Jessica komin í geymsluna aftur. Og þannig myndin fræga af þér og Jennifer. Og svo er kassinn, það stendur minningar, steini. Og ég reik augun í það, þetta er nú ekki skriftin þín. Þetta er skriftin hennar Huldu. Býtu, ertu viss? Já. Má ég sjá þetta eins? Og ég spyr. Já. Huldu. Já. Býtu, ert þú að ganga frá í minningakassana steina? Og er þetta þín skrift þarna utan á? Já. Er að spyrja fyrir vin sem er með podcast með steina og geti kannski notfært sér þessar upplýsingar? Og hún svarar ég meina já. Og nú segi ég bara viltu gera grein fyrir máliðinu, ungi maður? Ertu að spyrja mig núna? Þeir segja það.
hvað á þetta að þýða? Ertu að láta kona en að sjá einhvern minningakassa fyrir þig? Er það að spyrja mig núna? Já, Já. hvað? Nú ert þú bara settur fyrir framan mæk, sko. Já, ég meina, hvað get ég sagt? Ég er bara venjulegur kallmaður í hefðbundnu gagnkynja sambúð. Já, þú gengst við þessu. Já, ég meina að ég skrifaði bókum þetta, Haukur, sem þú ritstýrðir. Já, Ha? já. Þú ættu nú að vita að ég... Þetta samt, mér finnst þetta rosalega. Ekki myndi Finnst þið þetta rosalega? alveg rosalega. Minningarkassin Bara er í eitthvað- geimslu sem er skipulaður af Ég ætla að konunum minni. passa að vera hérna með ljósmyndir af einhverjum fyrirverandi deytum og eitthvað halda utan þetta fyrirverandi Þorstein minn. Nei, það vildi nú bara svo til að hún vissi af þessari mynd, sko. En hérna, nei, ég menna, þetta er nú bara eitt dæmið það, þú veist, þetta mentalót. En talandi þetta samt, Já, ég er ekki snúð út úr, já, samt smá. smá. Ég, hérna, ég var í heimsókn hjá ömmu að hann Já, og hérna, já, hún er svona smá lasin, hún er upp á spítala og eitthvað. nú, Já, allavega, hún var bara hress, sko. Varstu heimsókn á spítalanum? Já, Já. en hún var alveg, þú veist, hún var, þannig sér hress, sko. Og hérna, Er hún að hlusta? Nei, Nei. en hún fylgist með bara svona. Ég held að fóreldrar mínir vita ekkert hvað podcast er. Nei, hérna, sko, og náttúrulega fyrir að fyrsta, hún er sko, ég man ekki hvað hann er gömul, en fyrir að fyrsta þá náttúrulega segir hún alltaf við mig, þegar hún hitti mig, hvað segir Steini minn, ert þú bara alveg hættur að fara í ræktina? Það kemur á einhverjum aldri Já, hjá rosalega mörgu fólki já, eitthvað svona I don't give a fuck. Þú veist, Bara svona- þetta er eitthvað tengt einhverjum svona ellimerkjum, sko. já, ég veit það ekki sko, en hérna, hún segir þetta allavega og hérna, venjulega segir bara eitthvað, bara svaraði, þú veist, núna reyndar eitthvað, nei, ég reyndar fyrir nú alveg reglulega í ræktina núna, eitthvað. Já. Og hérna, síðastur hún spurði mig sko, þá sagði já, það er reyndar alveg mánuði síðan ég fór síðast og eitthvað svona, og svo var það ekkert meira, en ég segi nei, ég er alveg búin að mæta reglulega núna síðustu vikur, eitthvað svona. Og hún eitthvað, já, þú ert bara orðin eitthvað svo mikill þig. Ég held bara áfram. Það er En rosalegt. allavega, herðu, Fá þetta í smettið, maður. já, en þú veist, þetta er bara lífið. Herðu, og hérna, síðan mann ég ekki alveg af hverju, þetta var bara hlið við hlið, sko. Síðan kemur einhvern veginn það, eitthvað svona, já, þú ert bara eiginlega komin í mína gömlu stöðu, eða mitt gamla hlutverk. Nú, Já, og ég er svona, nú, þitt hlut, hvað það var meinarðu? að kenna það. Nei, Nei. hún var heimavinnandi, hún Já. sá heimilið og börnin, Já. ólaunað, sko. Já. Og ég eitthvað svona, nei, hvað mennur? Nei, bara alltaf þegar ég kem í heimsókn þá er þú bara alveg sveittur í eldhúsinu og að sinna börnunum líka. Já. Amma gamla, sko. Og hérna, Tekur þetta þessu líka? hún tekur þetta þessu líka, hvað maður er duglegur. Tala hann eitthvað um minningakassan? eða? Og hérna, sko, svo höldum við áfram að tala um þetta, sko, hvað ég sé duglegur og ég segi að hérna, eitthvað svona, já, nei, ég er nú bara að reyna eitthvað, hérna, eitthvað, fyrir bara að tala um þetta eitthvað svona og hérna, við erum nú bara að reyna að hafa þetta jamt og hérna, það verður nú samt aldrei jamt svona með það sem ég veit og þekki og sama hversu mikið við reynum eitthvað svona. Og hún eitthvað, nei, það verður, náttúrulega þetta verður bara öfugt, sko, þetta er bara orðið öfugt núna. Það verður aldrei jafnrétti, það verður alltaf í öfugt átt, þannig að hún hefur semst áhyggjur af því að ég sé eiginlega að gera of mikið Þú sett whipped? heima hjá mér. Ok. Ég er bara komin í hennar stöðu Hvað er hún guðmur, cirka? og hún er eitthvað máttrætti. Já, áhugavert. Nei, bara svona framhjá laup, sko, að þú varst nú að setja mig á heldinn, sko. Já, mér varst þú eigast skilið að fá smá fyrir þetta. Já. Ég var í sjokki, sko. Já. Minningakassi, þú veist, ég er búin að vera með minningakassa eða vera með, ég er svo sem ekki sett neitt í hann. Þú ert ekki að skapa Mjög hennar lengi, minningar, sko. þú náttúrulega ættir að vera dauður. Já, ég bara, þú veist, hver einasti dagur í gjöf Já. og ég Já. Þetta er erfiður þáttur, en ég var mjög mikill kall þegar ég var samt að sjá minn eigin fucking minningakassa, come on maður. Mér finnst það Ég veit þú dásamlegt, hvað Ég veit þið finnst þetta mikið mál. Ég veit þú skammast þín og gerir betur.
Nei, veistu hvað, ég nefnilega sko, þetta er náttúrulega algjörlega hugmyndir hennar Huldu að vera með minningakassa. Þannig að öll börnun okkar er með minningakassa og hún og við. Það er ekkert einhver hugmynd. Þetta er bara hlutir sem verða til. Það er alltaf hlutir sem þú getur ekki hent. Já, en að þeir eigi sér sinn eigin kassa. Það er bara hennar eðlilegt skipulag. Nei, það er ekki mjög leitt, af því þetta var ekki svona í geymslun okkar. Þetta gerðist eftir að við fórum að taka til eitt af 100.000 skiptum sem við gerum það. Ég ætla að bjóða tækifæri til þess að ég skeri úr snörunum með þetta. Já. Ertu að segja mér þá að þú hafir sko safnað hlutum sem þú vildir ekki henda, en hún hafi eingöngu séð að setja þá alla á sama stað í kassa og mertan kassa? Já, þetta var skipulag. Þannig að hún er ekki að sjá að safna hlutum sem þú gætir viljað eiga til minningar. Nei, það held ég ekki, sko. Heldur ekki, ok. Þá ég kannski leyfi ég að sleppa með gula spjaldið. Annars er þetta rautt. Nei, býta aðeins. Hulda er ekki að safna hlutum í minningakassa minn. Hún er alltaf að passa að prom myndin sé á réttum stað. Já, af því að við vorum að taka til á einhverju tímapunkti. Hvar var hún? Ég var semst einhvern tímann búin að vera að taka hana. Myndina? Já, bara eitthvað sína Huldu og svona. Já, bara eitthvað fyndið? Já. Og svo einhvern veginn var hún ekki í minningakassanum, en samt einhvern veginn á leiðina ángað. Þetta var eitthvað þannig. Hún var bara á ískandum. Niður í geymslu. Já, kannski, þetta var eitthvað þannig. Og en já, ég meina hvað, þú veist, þátturum vera búinn og við bara þetta er bara búin að vera að tala um takk í dag. Minningakassa. Herru, við ætlum að fara í eitthvað. Nei, við ætlum að vera hlustanda. Í hvaða röð erum við að gera þetta? Ég man ekki. Við erum að fara í hlustanda. Já, það ekki, við erum ekki að byrja því. Já, ok. Sett á rétt þarna. Það er komið að hlustanda dagsins. Þetta er stysti hlustanda dagsins miði sem ég hef séð. Já, það væri gaman að fá umræður inn í þennan hóp okkar. Facebook-hópinn. Já. Og ekki bara alltaf gera grína þér, en samt aðalega. Já, af því að ég nefnilega, ég tek því svo vel. Já. Mér er svo gott, þú veist. Við höfum gott að þessu. En nei, ég ætla að segja eitt, bara, tíminn er ekki byrjað, sko. En af því að á einhverju tímapunkti þá byggum við til þess að þennan hóp hana og hópurinn sem sagt bara Facebook sá bara að bjóða inn í hann. Nú? Já, bara sjálfkrafa. Ok. Bara bauð vinnum okkar af því að við vorum admins. Ok. Bauð bara endalaust af fólki og ég vissi það, sko. Ég vissi það ekki. Nei, ég nefnilega vissi það að ég nefndi ekki að vera eitthvað að bjóða endalaust og eitthvað svona, hei, komið í hópinn, eitthvað. Þannig ég er svona, herru, ok, af því að krítirinn var eitthvað svona fólk sem er að engagea við okkur og er eitthvað svona, eins og ég túlkaði, er nálægt okkur, það myndi fá boð í hópinn. Þannig að engagea enginn mig á Facebook, af því ég ger ekkert á Facebook. Nei, svo sem ekki ég heldur, en þú veist, fólki sem kemur upp í feedið okkar og eitthvað svona. Allavega, þannig ég hef merkið við það, nema hvað. Jú, ég nöldra stundum í einhverju liði fréttakommentum reyndar. Það er einu sem ég ger á Facebook. Já, en allavega, ég er að segja þér hérna. Jú. Síðan bara er bara fullt af fólki í vinnunni minni upp í MK sem er ofta eitthvað svona hvað er málið með hana Jessica eða eitthvað svona þú veist, er alltaf svona þá greinlega annarkvort er það í hópnum eða sér oft eitthvað svona algoritma já, úr þessum hópa þegar hann er opinn. Er hann opinn? Já. Aha, hann er public. Ég vissi það ekki. Hann er public. Ég veit ekki hann hópa. Nei, þannig að ég er svona er það sniðugt? Nei, ég held ekki, sko, þetta er svolítið, þannig að það er margfald fleiri, sko, sem sjá held ég, það sem er í gangi að það, heldur en eru í hópnum. Já, ég er ekkert þessum að það sé frábæra hugmynd. Nei, ég held að við þurfum að breyta því og ég er náttúrulega löngu búin að breyta því að því að ég var eitthvað svona, herðu, fékk skilaböngtum hann, herru, hvaða hópur er þetta sem mátt að bjóða mér í? Þá hafði ég boðið einhverjum, þú veist, sem ég bara hef ekki talað við 20 ár eða eitthvað, þá hafði hann ekki boð frá mér í þennan hóp og eitthvað svona. Þannig að ég breyti því mjög snemma. Mér finnst bara, nú hljóma, þetta verður að gömlu kallalegasta sem ég mun segja eitthvað, en ég er hættur að skilja Facebook. Facebook er bara að gera eitthvað. Ég skil ekkert hvað er í gangi. En ég ætla allan að breyta hópnum í prívat. Akkur er ég að fá bara eitthvað, þú veist, einhver kona í Árnesi
að skrifa eitthvað bí Herru, hvað segirðu með dóttur meðan- sína og eitthvað, ég veit ekkert Já. hver þetta er og akkur ég að fá þetta. Já, reyndar, það er Hvað er þetta? óþolandi. Ég er alltaf að fá að sjá Þetta er statusa. ekki celebs og ekki neitt. Nei, einmitt. Þetta er bara eitthvað fólk með 300 vini á Facebook. Já, og svo fæ ég þetta bara gjössamlega random og ég þekki enga. Já, á tímalínuna þeirna. Já, Ég er að þetta lendi í er þessu líka. handónýtt. Já, þetta er svolítið skrítið. Ég er svona að býtu, er ég að followa þennan? Veitu hvað, ég skil hver er þetta. Herra tíminn, Já, styrsti miðið sem ég sé. Já, Hann er bara svona, Já. skólakerfið með kynjaglerugum búið, undirskrifar Elísa Snæ. Við getum sagt ýmislegt þetta, en ég veit ekki hvað það ná mér svo 5 mínútum. Skólakerfið með kynjaglerugum búið. já, kerfið bara sem slíkt. Já. Hann ætla báðir kent, Djöfull er hún Elísa leðileg núna maður. alveg hund Í bara. og það er alltaf, Á 5 mínútum? á hverju að byrja? Guð minna. Ok, byrjum á mýtu. Já, Ég er alltaf svo gaman á henni, sko. Það er nefnilega talað oft um að það þurfi fleiri kallkyns kennara fyrir strákan okkar. er það mýta? Það er mýta. Ok. Af því að það er semst þá oft verið að vísa til þess að við þurfum fleiri kallkyns kennara sem fyrirmyndir fyrir kennara, fyrir strákan okkar, að því að strákun gengur svo illa að þeir kunni ekki að lesa allt þetta. Og bara einhverja kettlingar að kenna að Já. lesa og það er ekki hægt. Já, og þetta er semst rangt. Kynkennara skiptir engu máli hvað varðar árangur nemynda. Og þetta er bara íslenska rannsókn og fleiri rannsóknir sem sína þetta. En varðandi svona eitthvað, hvað var að segja, menn sem að, eða sérst, strákar sem að eru með fáa kallmenn í kringu sig, fáar svona fyrirmyndir. Er þetta eitthvað þannig pæling kannski? Eða? Nei, þetta er oft sagt í samhengi við árangur drengja í skólakerfinu. Árangur, ok. Já, eða þú veist hvernig þeim gengur og vegnar og líður eða eitthvað. Ok. En allavega, Það er mýta. já, það Ok. er bara mýta, bara kjaftaði. Kynin skiptir engum máli heldur kennslu aðferðirnar. En við erum náttúrulega með þetta sem er alltaf verið að hamra á í fjölmiðlum. Það er þetta með að þú veist, það sé ekki verið að gera nógu mikið fyrir stráka í skólakerfinu. Að strákar lesi verð, sem er lagari leskilning, standi sig, séu lagari í framistöðu í þessum samræmdu og Já, PISA og þessu dóti. Einmitt. Er það skólakerfinu að kenna? Hvað er skólakerfið þá að gera? Rátt þar? Já, einmitt. Já, það er náttúrulega líka mjög áhugavert, sko, þetta er rosa erfitt á 5 minútum, sko, en hvernig, þú veist, þegar það eru vandamál, Er þetta ekki örugglega tikkið sem endar eftir 5 mínútur? Þetta er ekki endalösa tikkið sem þú varst einu sinni ávart með? Jú, þetta endar. Ok. Já, það er bara svo áhugavert, sko, hvernig það er einhvern veginn öllum öðrum að kenna heldur en einhverju sem að gæti mögulega verið einstaklingsbundið. Ég er ekki að segja að þetta er einstaklingsbundið vandamála, eitthvað sem enginn er stráka, en bara hvernig orðraðan verður. Þú veist, það er eitthvað að kerfinu, að því að strákar eitthvað. En Ég var aldrei sko sannfærður um að þetta væri sko skólakerfið, það væri sökudólgurinn í þessu. Nei, hvað hefur þú sagt? En það var alltaf hamrað svo mikið á þessu og þú veist, og fyrir fannst sko þegar þetta kemur upp eitthvað ofta eftir PISA og eitthvað svona og þá kemur þetta típiska eitthvað kastlarsviðtal og það er fengið þessi ráðherra whatever bla 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 og þá finnst mér alltaf eins og fólk bara viðkenna þetta bara, við erum ekki að gera nú vel í þessu í skólakerfi en mér finnst vanta svolítið inn í þessu umræðubitu en gæti kannski verið eitthvað annað en bara skólakerfið sem veldur því að strákar eru með lagari lesskilning leggja þessi fram og það er alltaf einhvern veginn farið í þetta bara, já þeir þurfa bara að hreyfa sig meira, bla 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 þú veist, þeir eru bara öðruvísi og veist, ég kaupi það ekki 100% sko. Nei, mér veist áhugavert hvernig allan er oft hort fram hjá svona, ef að segja, samfélagslegum áhrifum. Já. Þú veist, nærtækt dæmi kallmennsku hugmyndir sko, hvað áhrif þau hafa á til dæmis ef að segja framistöðu og metnað drengja í námi almennt, segi ég sko við bara horfum algjörlega fram hjá því og svo líka er mjög áhugavert hvað þetta fær mikið pláss til dæmis líðan drengja í skólakerfinu þegar við vitum að það eru hópar fleiri en einn hópur svona 3 sem að kemur í huga mér núna sem að hafa margfalt verð heldur en nokk tíma strákar
og það er til dæmis transbörn eða transungmenni, Já, bara hins einn. það eru stelpur og það eru nemyndu með erlendan bakgrunn Já. sem líður margfald verð heldur en stráku nokkuð tímann. Þannig að já, en þú veist það er stundum talað drengja orðræðuna sko, svona poor boys orðræðu tengt strákum í skólagjörunu sem að síðan tengt við svona karlréttinda sinna sem að eru oft andfeminískar hreyfingar sem að Oft? ekki alltaf Ekki alltaf? Nei, Ok. ekki endilega andfeminískar en kannski ekki mjög feminískar. Þetta voru allavega 5 mínútur, en þetta er náttúrulega bara svo miklu stærri topic. Ég myndi Já. halda að eitt þáttur var heldur ekki nóg, sko, en það er allavega í áttina. Herðu, þetta er kannski bara áskorun að skipulegja eitthvað Já, þetta. taka einhvern tímann þátt bara. Já, Einmitt. veit ekki hvort ég nenni í þessan, sko, þetta er svo leiðilegt. Já, tökum þetta samt einhvern tímann, já, einhvern tímann eftir eitthvað písa eða þegar þetta er eitthvað svona í deiklunni, sko. Já. Er það ekki bara að fara að koma núna bara? Getum talað aðeins inn í það, sko. En við erum alltaf á leiðin í sumafrí, veistu það? Já. Ég er á leiðin í Ég sumafrí. veit ekkert hvað sem frí er, en já, bara. Þú mátt bara halda áfram hérna. Þú er alltaf löngu byrjaður í þessu sem frí. Já, ég tók smá forskot á sæluna. Já. En sú forskot það forskot var nú ekkert lengi sko. Það er nú bara 2 vikur síðan síðast þáttu kom út eða ekki. Ertu að vera að vinna bara í fremálið það? Vinna? Já. Ég er kennari. Einmitt. Ég er búinn að Þú kenna. ert löngu byrjaður í sumafrí, er það sem ég segi. Nei, ég byrjaði í gær, hinn. Nú, Eða eitthvað. Já. Bara eitthvað. Já. Einmitt. Já, Haukur minn, hvað segirðu gott? Hvað erum við að gera núna? Þetta hafa verið kennari í 12 ára og vera svo komin bara, já, þú ert náttúrulega kennari, þú ert aldrei að vinna. Ég veit svo nákvæmlega hvernig þetta er, sko. Já. En já, Og þú varst ekki eins og framhaldsskólakennari. nei, ég var í sko skólastíginu sem er í alvörinni að vinna, sko. Já, bara í hakkavélinni. Í Bara helvítis grunnskóla. 8-4, bara fundir endalaust og Yeah, baby. fundir. Nei, ég var á stað þar sem að fólki var trist. En var ekki populíski sjálfstæðismaðurinn skólastjóri við þér? Hann var aðstoðarskólastjóri þegar að ég var. Okay. Hann að Simpson eða eitthvað. Jón Pétur Simpson. Já. Og hann var nú, já, hann var svolítið annar maður þá. Aha. Já. Ég og Jón Pétur voru mjög góði vinir. Ekki í dag? Eru þið ekkert að ringjast á og svona? Nei. Hvað segir kallinn? Það hefur svolítið slitnað hjá okkur, sko. Já. Jæja. Það þyrfti nú eiginlega líka heilan þátt í það, sko. En sem myndi ég ekki gera nema með hans samþykki, sko. En mér þykir ennþá vænt hann. En hann fór aðra leið en ég hefði viljað. Já, það er nefnilega hægt að þykja vænt vonda menn. Já. Ég er ekki að segja hans er vondur, sko. En já, það er hárrétt hjá þér, sko. Já. Og fyrir eitthvað? Yes. Eitthvað dagsins. Manstu, Þorsteinn, þegar að þú varst með eitthvað dagsins Örugglega ekki. Ár? Jú, ég man eftir Dragár, Lindár og Jökulár. Já, ætlar að halda ára með þær. Ég ætla að vera á svipuðum nótum. Já, gaman. Ég ætla að vera nefnilega að fjalla svolítið náttúrufræði tengt. Vá. Og ekki jafnréttismál. Nei, en sko, þú veist að þetta var mjög persónulegt, sko, þráttur þetta hafi verið ár. Þetta er mjög persónulegt. Já, gott. Af því að núna er sumarið. Já, gengið í garð. Gengið í garð. Það er allt grænt, það er alltaf grænka. Já, heldur betur. Og maður sér bara, eftir þessa rigningu sem búin að vera, að það bara, þetta er eins og að vera komið í annar land. Já, var mikið rigning meðan ég var í Portugal. Það var svolítið rigninga. Já. Og maður fer hérna, bara þegar við erum að fara inn í hverfi okkar, maður keyrir hérna framhjá Elliðaárdalnum, sko. Og sé, ég horfði hérna eftir Elliðaárdalnum bara í fyrradag. Ég bara, vá, þetta kom bara svona. Bara spratt upp gróðurinn, sko, og lauf á byrkinu. Og hérna, sko. Ótrúlega fallegt, en svona er sumarið, sko, það er bara rigning. En það er alltaf eitt. Já. Á Íslandi, alltaf rigning. Á Íslandi, sem trufla mig alveg svívirðilega mikið. Þess vegna vill ég alltaf vera í útlöndum, sko, sumri. Og það er ekki ánæmi, sko. Þú náttúrulega býrð bara í sólarlöndum þegar þú ert ekki að
í svo 3 vikur sem þú ert ekki að kenna. Það er svo gaman ef ég hefði haldið áram alltaf að segja eitthvað allt annað en þú ert að tala og það sem að trufla mig svona óulega mikið, það er líti á íslenskri náttúru. Ekki segja lúpína. Og það er helvítis djöfla baunin, Ekki segja lúpínan. úlfa baunin, lúpína. Og þessi þáttur fjallar, þetta eitthvað dagsins fjallar lúpínu. Og núna ætlar þú, Þorsteinn, nú ætlar þú að læra. Ok. Þú ert komin aftur á skólabekk. Já. Og það sem mér langar að fara í gegnum það er svona ákveðin svona ég veit ekki hvort það segja miskilningur eða bara vanskilningur, Fákunnátta. skilningsleysi, fákunnátta, fáviska sem er allt umlíkjandi varandi þessa plöntu. Ok. Og ég mun klárlega tala niður til fólks af því að þetta er mér sko hjartarsmál, Ok. en ég ætla að reyna samt og ég vona það að hlustendur geti svona mætt mér þar, Ok. að ég er aðeins bara að segja frá sjónarhorni Já. sem ég veit og ég er þess fullviss að fáir hafa kannski pælt almennilega í. Ok. Þannig að þetta getur þá bara í verstafalli verið þannig að þið eigið kortir í að hlusta á mig og svo bara haldið áfram að dýrka lúpínu. Ætlar að vera kortir að þessu? Cirka. Ef þú heldur þig eitthvað til hlés. Er eitthvað séns að stytta þetta Lúpína er svona 30 til 90 cm há planta, cirka. Og hún vex í breiðum og hún breiðir úr sér svona 1 til 3 metra á ári, cirka. Þú veist að fólk mun bara svona forvarda, svona fast forvarda núna. Ef að ekkert stórkostlegt kemur til, Ok. og þá getur til dæmis verið að fræin færist vegna vatnsstraums, vegna ofsa veðurs sem skemur mikill vindur feikið langt. Og þá getur það dreift úr sig meira. Þá dreifa þessum hraðar og lengra. Já. Eða, og það sem er algengast, að einfallega fólk fer eitthvað með fræin og setur þau niður einhvers staðar þar sem því finnst að það eigi að vera fjólublátt gróðufar. Geggjaður litur, sko. Geggjaður litur. Og það er kannski stóra vandamálið. Þannig að þetta vandamáli er svona hluta til lúpína og hluta til fólk. Þetta sem ég sagði á hann, hún er 30-90 cm há, ég var ekki bara að segja það í ganni, ég er að segja það til þess að segja frá svona svolítið mikilvæg atriði. Og það er að planta sem er 30-90 cm há og vex í samlífi við aðrar plöntur og þá erum við hugsum aðeins hérna, hvað eru svona íslenskar plöntur? Sjáu þetta bara fyrir ykkur. Fívill. Já, túnfívill er kannski ekki fallegasta blóm í heimi, en jú. Já, fívill. Allt er betra en lúpína. En sjáu þið fyrir ykkur bara Baldursbrá, brennisóley, þú veist, og svo verulega smáu plöntur. Fjagra blaðasmári. Eins og bara þjóðablóm Íslands, sem þú veist náttúrulega er titrandi smáblóm. Er holtasóley á, rétt þér, og allt þetta. Ekkert af þessum plöntum lifa með lúpínu. Út af því að lúpína er það hávaksin að hún varpar skugga sínum á þær og þær fá ekki sólarljós og þær deyja. Já, titrandi smáblóm. Já, þetta er stóra vandamálið þegar að fólki dettur í hug að fara með lúpínu bara svona þar sem að því dettur í hug. Hún drepur allt annað. Hún ríður sér leið með þessar breiðu sinni, þessa metra á ári, yfir allt og það verður ekkert sem lifir þar nema lúpína. Okay. Þetta held ég að fólk kannski átti sig ekki alveg á og ástæðan fyrir ég kveikti á þessu og vildi tala um þetta er þegar þú fórst held ég pínu óvart að tala um hugtakið líffræðilegu fjölbreytileiki í seinasta þætti. Líffræðilegu fjölbreytileiki snýst fjölda tegunda í vistkerfinu á ákveðnu svæði sem afmarkar og það er algjörlega viðurkennt, það er algjörlega, þú veist, ég er ekki að tala um, þetta er ekki eitthvað tilgátur að kenningar, þetta er bara staðreyndir. Það er algjörlega á hreinu að lúpína drepur niður líffræðilega fjölbreytileika.
hún fækkar þeim plöntutegundum sem að lifa á sveðinu og það vex rosa lítið tölum það eftir í kjölfar hennar. Hugmyndin var þegar hún er flutt inn, er alltaf að tala um 1945, hún er flutt inn, það er algjört bull, hún er alltaf flutt inn sko 1895 til að byrja með og er að gera tilraunir með hana svona öðru hvoru og veistu hvað, svona 1910, 1915 var eitthvað að vera að skoða hana en það er sagt, rétt að þetta ártala 1945 það er kannski stóra ártalega því að þá fer einhver skógræktar djöfull snillingurinn af stað með Hákon Bjarnason, skógræktarstjóri hann kemur með svolítið að fræi og nokkra rætur af Alaska lúpínunni til landsins hún samt hafði alveg verið náður sko og hann tekur þetta í collegeferð í Alaska og fer að prófa þetta og svo missir fólk tök á þessu þannig að þetta byrjar sem og ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur hún byrjar sem sagt laust eða hugmyndalaust við uppfokst hvað heitir þetta hvað heita hana rofabörð og dældir það heitir ég verð að fá umræðum þetta sko í hópnum okkar jarðvegsrof þetta byrjar sem svona jarðvegsrof svona einhvers konar lausn við jarðvegsrofi gaman að heyra hvað fólki finnst þetta endar þetta endar og þetta er manngert vandamál jarðvegsrof er manngert vandamál og hvernig landi fíkur upp og allt þetta og að hluta til er þetta út af kindunum og öðrum dýrum á beit sem hafa eilagt landið og bara róabörðin og hingað og þangað og það er algjörlega á hreinu líka það er ekkert að þræta fyrir það og þannig að við erum manngert vandamál en svo höfum við komið með lömbin var að éta það? Já, en af hverju þau hérna? Jú. Hins vegar er sko núna þessi ímyndaða lausn eða tilrauna lausn er orðið annað umhverfisvandamál sem er að lúpína er að dreifa úr sér allstaðar og fólk ræður ekkert við það það eru komnar sko ýmsar stofnanir eins og bara náttúrufræðistofnun og Skógræktarfélag Íslands og fleira sem að eru búin að vera að reyna að stemma stigu og náttúrulega landgræðsla ríkisins líka Náttúrufræðistofnun Íslands stemma stigu við þessu og það kom til dæmis árið 2010 þá lögðu landgræðsla ríkisins og Náttúrufræðistofnun Íslands fram skýrslu til umhverfisráðherra sem að þá var Svandís Svavarsdóttir og með tillögur sko stöðvun á því bara hvernig getum við stöðvað þessu útbreiðslu hvernig getum við og líka á útbreiðslu skógarkerfils af því að skógarkerfil er illgresi ógeðslegt illgresi sem að er svona það helsta sem að vex með lúpínu eða í kjölfar lúpínu skógarkerfil, já hvernig lítur hann út? Hann er bara svona grænn hár arfi, þetta er svona svipahátt og lúpína og þú sér þetta yfirleitt með lúpínu hér og þar og fyrir að skoða og svo þú veist og svo kemur alltaf þessi umræðum þú veist, þetta er töfraplanta hún bindur svo mikið nitur í jarðvegi bla bla bla, já það er alveg rétt en er eitthvað frábært að binda mikið nitur í jarðvegi það fyrir bara algjör eftir hvað ætlar að gera við jarðvegin hvers konar gróður á að vera þar í niturríkum jarðvegi vex aðalega skógarkerfill, njóli og hvönn? Hvönn? Já, ætikvönn og eitthvað svona. Já, má ekki geta það? Það er hægt að geta það og reykja njóla. En sko, þú veist, er það frábært sko? Er frábært að fórna öllum íslensku blómplöntunum fyrir þetta á þessu sveðum þar sem að fólk hefur sáð lúpínu í gróðurlendi
Ég skil alveg lúpínu á einhverjum svörtum söndum að sem uppfókið vandamál eða einhverjum bara algjörlega hamslausu jarðvegsrofi eitthvað staðar, en fólk verður þá átt að segja á því að það mun ekkert vaksa þar nema svona tegundir eftir það, og það ekkert töfralaust að það sé mikið nýtur í jarðveginum. Þannig að þetta hefur verið algjörlega Þetta heita mál fyrir þér ég. Já, ég hef meira þess að staði í ritdeilum þetta. Guð minn, Já. góður Haukur. Og svo já, hún sérst hefur á sömu sögum tekið yfir gróðurlendi sem áður hýsti fjölbreytt plöntusamfélag og sérst búin að drepa þá allar tegundinar sem voru þar áður. Hún breyti jarðveginum, við vorum að tala um það er rosalega erfitt að stöðva útbreiðslu lúpínu. Það af því að lúpína ekki bara þannig að hún gefur frá sér fræ sem að vaksa síðan árið eftir, heldur lifa fræinar mjög lengi. Þau safnast svona fyrir efst í jarðveginum og geta lifið árum saman. Þannig að þú kannski búin að losa þig við lúpínu á einhverju svæði og þú passar næsta ári að allt sé farið og passar á það næsta ári að allt sé farið og svo kannski árið þar á eftir kemur hún bara aftur. Já, ok. Byrju, eru fræin, það þetta sem poppar út? Já. Skítur í 1-3 metra. Wow. Yes. Og sko svona lítil planta þú veist með einhverjum nokkrum stilkum, einhverjum 20-30 stilkum eða eitthvað, þú veist, hún getur verið að senda frá sér svona 2000 fræ. Wow. Þetta ógeðslega mikið sko. Þvílík töfra planta. Þvílík framleiðsla sko, já. Ha? Jurt guðs. Og fræ lifa lengi í jarðvegi og dreifast með vindi, vatni og manninum. Og ég var einu svona að vinna með kalli sem var svona jeppakall. Hann fór alltaf að einastu sko almennilega fríi, þá fór hann á hann var gangaverður á í skólanum sem vinni. Hann má ekki segja gangaverður lengur, hvað heitir þetta? Eitthvað? Já. Hann má ekki lengur. En eru þeir til, segi ég nú bara. Já. Umsjónarmaður fasteigna heitir þetta, held ég. Já. Og hann sko fór ykkur svona jeppaferðir og hann sagði þetta við með einu sinni. Ég bara vissi ekki hvað ég átti að gera sko. Bara alltaf þegar ég kem á eitthvað svæði þar sem þú veist, hann að tala um hálendi Íslands. Bara þegar ég sé eitthvað svarta sandar eitthvað, þá ég alltaf með lúpínufræði í bílnum og ég hendi því bara þar og það verður bara miklu falleira, víst svona menn þarf að stöðva, bara í alvöru talað. Þarna verið að leika guð og svo gjörsamlega sko, þetta náttúrulega gjörsamlega stránglega bannað og það ástæðan fyrir því, það ekki bara djóki. Þetta bannað? Já. Á svæðum sem eru, þú veist, bara friðuð og þú veist, í þjóðgörðum og þú veist, fólk bara að gera þetta. Veist, ég náttúrulega vann við á sín tíma að reyna að drepa lúpínu í þjóðgörði, skilur við. Af því að þetta var bara vandamál. Þetta var bara, þú veist, lúpína að reyna að komast inn í Ásbyrgi, skilur við. Og ef henni hleypt þangað, þá náttúrulega bara drepur hún allar smáplöntur sem þar eru. Breytir ásýnd landsins, en sumum finnst stór fjólublá lúpínubreiða falleg og það eiginlega eina sem ég get skilið sem mótrögg af því að allt annað hægt að rekja. Það engin tilviljun að bara hver einasti náttúrufræðingur, líffræðingur sem ég þekki þolir ekki lúpínu og þetta bara enn eitt dæmið og að því að nú ég aðeins að segja told you so hérna við nokkra sem að ég veit að elska lúpínu og að hlusta erum við ekki alltaf að tala um að við eigum að hlusta á sérfræðinga? Erum við ekki alltaf að segja bara eitthvað sérfræðingar þeir kannski vita betur og við eigum kannski að, þú veist, taka smá markaðum og þannig, það bara í sumum málum? Pælið þessu, lesið ykkur til. Má ég koma einskot inn það? Komdu með einskot. Bara tengt sérfræðingum. Að því að Ugla, Satt á kvisti? Nei, Ugla Stefania. Já, hún. Hún var að benda á þessi var rosaleg hún var að benda á hvernig við erum bara að trúum ekki sérfræðingum. Já. Sástu það þegar hún var að deila fréttum refina. Ég séraði því, mér finnst það svo gott. Já, það. Ég skrifaði eitthvað um þetta sko. Þetta svo hilarious, eitthvað svona vísindamenn segja, hvað var það ekki, að refnum hefði fækkað 50% eða eitthvað Jú, að sko og fólki komið að kjörum, þetta bara kjafta ég sé nú bara Ég sá 2 refi Ég með þetta hérna af því að ég gerir nú ekkert á Facebook, þetta bara eftir hjá mér hérna, hún segir sko hér kemur mat frá Náttúrufræðistofnun sama stofnun by the way sem að vill fá lúpínuna niður
að refum hafi fækkað 40%. Já. Í athugasemdirnar mætt fólk sem þvert tekur fyrir þetta því að þau persónulega hafa ekki tekið eftir þessu og þar af leiðandi getur þetta einfaldlega ekki verið satt. Já. Ég skrifa þetta líka, þú veist það, bara svo ég sé að monta mig af því sem ég skrifa interneti. Það var aldrei verið eins venjuvægt og viðurkennt að fólk sem eru enga menntun eða reynslu umfram leikmann eiga að hafa eitthvað markvert að segja mál sem hafa verið rannsökuð af sérfræðingum. Samfélagsmiðlar eru búin að skapa veruleika þar sem sérfræðingar ráðlefnir heimskir eða svindlarar og einhverju kaffistofu nöldrarar eru allt í einu marktækir. Þetta áviðum mansi mikið. Já, og þetta líka við lúpínu. Og sko, við þurfum átt okkur því að lúpína getur sko, þegar hún nær fótfestu, þá getur hún hraða myndun jarðvegs og breytt gróðursamsetningu. Hún getur breytt þróun vistkerfis til lengri tíma og það getur verið mjög erfitt að grípa inn í. Þannig að, fólk fór fram úr sér, það rannsakaði þetta ekki nógu vel, það testaði ekki nógu vel hvernig lúpína myndi virka. Það fór fram með einhverjar hugmyndir að árið 1945 lúpína myndi hopa eftir svona 10-15 ár. Að eina sem hún gerði væri bara að binda jarðveg, koma niður í jarðveg og svo bara dræpa hún sig. Hún bara færi magically bara sjálf. Af því að það voru til einhverjar rannsóknir sem að sýndu að það gerði hún á einhverjum svæðum í Alaska. Hún hegðaði sér allavega ekki þannig hér, sama hvað við til í þessu rannsóknum í Alaska frá stríðsárunum. En hún hefur kannski verið sprengt í burtu bara. Já, ég veit ekki. En hún allavega hopar rosalega sjaldan. Á þeim svæðum sem hún gerir það, þá skilur hún eftir sig aðalega skógarkerfil, einhverja njóla og einhverja hvannir. That's it. Nitur. Rosalega mikið að nitur í jarðvegi. En það vex ekkert hvað sem er með í niturríkum jarðvegi. Sko. Það gleymist í jöfnunni. Sko. Þetta var korter, Haukur. Þannig að bara frábært að ykkur finnist fjólblár fallegu litur, en pæliði í því að þessi baun er náttúrulega bara morðingi, drepur allt annað, svífst einskins, fólk sem er að sá henni þar sem við dettur í hug er að breyta ásýnd landsins mögulega aldur og ævi, gæti stuðlað útrýmingu plöntutegundana, mannkynsins og alls sem heilags er og mannlegs samfélags. Já, það aldeilis. Svona cirka. Já, þá hafið þið það. Já. Þakkaði fyrir þetta, Haukur. Lúpínan. Þetta fannst nú skemmtilegt. Þetta var áhugavert. Ekki varstu búin að tímamæla þetta? Ekki tókstu... Var þetta akkurat kort þeirra? Já, svona eiginlega. Þú náttúrulega hleypti mér ekkert á flug, sko. Ég er með miklu meira ef fólk vil. Það verður bara í Patreon-þættinum. Já, eða umræðuhópnum. Já, þú getur dýftir inn í umræðunar. Áhugavert að vita hvort að fólk vilji vita meira. Það kannski eitt í viðbót, bara til þess að sína fram á að ég er ekki bara einhver kalla bulla. Það sko að núna er fólk mann ekki nákvæmlega hvaða stofnarnir þetta eru, en þetta er vantilega náttúrufræðistofnun og skógræktarfélagið eru að sko reyna að fá vinnuskólana og eru að hluta til að fá vinnuskólana og álíka batteri í að hjálpa sér að uppræta útbreiðslu á lúpínu á ákveðnum svæðum. Vera að kenna krökkum hvernig er best að gera þetta, hvernig er best að reyna að stoppa lúpínuna og eru líka bara með fræðslu átak bara til unga fólksins. Bara svo við komist aðeins út úr þessu bara lúpína er svo æðislega, hún er svo fallega, hún er svo frábæra, svo geggja þessi fjólblátt út allt. Og það er bara svona, það er verið að reyna að koma af stað svona almennilegu fræðslu átaki þetta og ég segi bara verið með því, það er ekkert að því að hafa það er ekkert að því að skipta skoðun og það er ekkert að því að finnast lúpína falleg. Mér finnst þetta ekki ljót planta. Ég bara syrgi það sem að hverfur. Já, ég gæti haft rámt fyrir mig, sko, en ég held að cirka svona 1 af hverjum 100 sko hafi smá áhuga á þessu og svona cirka 1 af hverjum 1000 sem er heitur fyrir þessu. Já. Þú veist, ég held að þetta sé ekki eitthvað hot topic. Það er líka bara 1 á móti milljón sem getur búið til kjarnorkusprengju, skilur við? Já, mikið af fólki hefur áhuga á því. Já. Reyndar. Svona ljósi alls. En sko fjöldi þeirra sem finnst eitthvað áhugavert eða getur gert eitthvað, það er ekkit endilega ráðandi faktor í hvað við ættum sem mannkyn að vera að gera, sko. Nei.
Það er líka rosalega fáir feministar til, sko. Já, nei, ég er svona meira að meina sko að Þeir eru í útrýmingar hættu. Já, nei, ég meira að meina sko þannig að þú vilt meina sko að hættan af þessu sé mikil. Sko, við erum að fljóta, sko, Sofandi að feigðar ósi. Það er að segja, fólk veit bara ekkert betur og það er alveg skiljanlegt af því að þetta er ekki eins og þetta sé í fréttum eða sé, eins og þú segir, bara eitthvað brjálað áhugavert og allir bara tapa sér í að vilja drekka í sig allar upplýsingar lúpínu, skilur við. Þetta er bara eitt af því sem að almennt, sko, svona okkar samfélag veit ekki nógu mikið Það er að segja að það áttar sig ekki á því að eitthvað er alvarlegt og það þarf að spynna við fótum og það þarf aðeins að endurhugsa hvað við erum að gera af því að það mun verða of seint og við erum svona með lúpínu þá bara svona er það eiginlega verða of seint. Það er svo ógeðslega erfitt að hefta þetta helvíti. Þannig að lúpína er, þú veist, ok, það vex ekkert með henni eitthvað svona, þú veist, drepur allt sem fyrir Já, en ekki stór tré og eitthvað. Nei, menn hún er ágætt í samleifu með birki til dæmis. Já. En þú veist, við sjáum það bara til dæmis að við kerum svona skóum, það er kannski einn á svona fáum stöðum þar sem að birki og lúpína er í ágættis samlífi, sko. En það er af því að ef ég man rétt, það var ágættis birkikerðar fyrir, áður en að lúpína kemur. Já. Það er hæpið að birki fari að vaksa upp úr lúpínu. En ég held að sé hins vegar alveg til staðfest dæmi það, en það, við erum að tala bara, það er bara eins og, þú veist, það vinnur alltaf einhverju lottó, sko. Já, ekki ég. Ekki ég, það er því ég spil ekki lottó. Það er reyndar ekki heldur. Ég spilaði þetta mörg ár, var alltaf með einu röð. Já, vannstu? Nei, ég vann einu sinni, fekk tölvupóst bara eitthvað, þú hefur unnið, bla bla bla. Við bara eitthvað, þú ert búin að vinna í lottó og ég, yes, loksis komaði maður. Og ég vann eitthvað aðeins minna en miðin hafði kostað. Já, ég veit, já. Þannig að ég kom út í aðeins minni mínus það vikuna. Herðu, það kemur í ljós. Það kemur í ljós, ég veit ekkert hvað er að fara að gerast. Já, smá stressar, ég hef glemt að taka út, nú fara 2 kallar á Trúnó. En ég klika ekki á því. Herðu, það sem að kemur í ljós núna er að ég er næstum því og eiginlega með eitthvað fyrir þig. Já. Sem að nefnilega ég ætlaði að taka fyrir síðast. Já. En þetta bara á vel við núna. Er þetta næstu því eitthvað dagsins? Já. Ok. Þetta er fjölmiðlun og blaðamennsku. Ok. Og við erum svona svolítið á rannsóknarnótunum, þannig að ég gerði smá greiningu. En áður en að ég kem að henni, þá ætla ég að gefa þið smá og ykkur smá svona undanfara að sko fjölmiðlar náttúrulega gegna eins og við ættum öll að vita mikilvæga lýðræðishlutverki. Fjölmiðlar geta móta orðræðu og í rauninni bara heimsmynd okkar jafnvel. Þeir segja okkur hvað er að frétta og svona í rauninni hvað skiptir máli. Það sem þeir fjalla það sem þeir velja að fjalla sjónarhorni sem þeir miðla og svo framvegis. Ég meina þetta mótar umræðuna, þetta hefur gríðarlega áhrif, það er engin spurning það. Fjórðavaldið. Já, oft talað það sko. Við erum með lög á Íslandi fjölmiðla og í 27. grein í lögum fjölmiðla segir fjölmiðla Ég man það, býtu. Nei, tjók. Fjölmiðla veitar skal gæta þess að uppfylla kröfur hlutlægni og nákvæmni í fréttum og fréttatengdu efni og gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram jafnt kalla sem kvenna. Svo eru blaðamenn með siðareglur. 7. grein. Bara kalla á kvenna, sant? Já, það er í lögunum. Siðareglur, ég tek hérna dæmi, 7. grein. Blaðamaður gerir greinamun á staðreyndum og skoðunum. Gengur úr skugga áreiðanlega upplýsinga og gætir þess halda ég viti hvernig þetta er. Gætir þess að umfjöllunin sé hlutlæg. Þetta er 7. grein siðareglna blaðamanna og 12. grein, tekinna hluta af henni, blaðamaður gætir þess að persónulega skoðanir hans hafi ekki áhrif á hlutlægni fréttaflutnings.
Ok, ég gerði greiningu á umfjöllun tveggja blaðamanna og ég skoðaði fekk vissulega aðstoð tækninar í því samhengi þannig að þetta er sambarileg greining sko. Ég skoðaði sem sagt nýjustu 70 greinar fréttir, þetta var allt eða fréttir ákveðins blaðamanns og þar eru karlar Þú sagði tveggja? Já, Já. aðalega eins Já. en bara til þess að hafa eitthvað smá Barsta saman við það eitthvað Já, annan? já. Ok, og hérna já, þetta eru semst 70 greinar frá einum, nýjustu? Sagði það? 79. Ok, Og þar eru karlar andlag umfyllunar í 60% tilvika konur cirka 30 og þá stofnun eða eitthvað annað hérna þessi 10%. ætlar að segja hver þetta er eða? Nei, Ok, ég ætla ekki að segja það. en sá sem ég held að þetta sé, þetta er hann? Alveg pottið. Alveg fóttið, ok Einmitt. Ok, Ætlar að segja á hvað miðli hann já, starfar? já, þetta er blaðamar á Vísi. Hann er á Vísi, já, Já, eða sín, já, Vísi. einmitt Herðu, allavega, þar af Já. sem sagt þessum 70 greinum þar að segja 60% sem við erum kallað þá sem sagt þar af eru 22 greinar, ég held að það sé 55% af þessum 60% verður með mér eru sem sagt fá kallar samkennd eða jákvæða umfjöllun og það sem er áhugavert er að það er engum tengt sko áreitni eða ofbeldi það sem að svona sjónar með þeirra fá í rauninni að svona skína í gegn Já, ok Það er svolítið hátala í einhverju þannig málum Já, engin grein er gaggrinin eða neikvæð sem tengist kalli Engin grein engin, null, Vá, engin hins vegar, þar sem að konur eru andlag og notabenni þær eru 30% já þá hérna, þar sem konur eru andlag þá eru 4 jákvæðar þú veist, það sem að svona er ekki gaggrinni á konur eða eitthvað sem það hafa gert en Já, byrju, já, 30% af þessum 70 greinum Það er með 21 grein ég með 22 sem að eru 22, já, ok jákvæðar fyrir kallana sko 4 jákvæðar fyrir konurnar af þessum, þú veist ég veit ekki hvað eru margar 10 eða eitthvað en 6 greinar eru, eða 30% eða svo eru sem sagt gaggrinnar á konur þannig að það eru 4 jákvæðar konur 6 gaggrinnar á konur engin gaggrinnin á kall en 22 jákvæðar Engin gaggrin ok, fyrirsagnir Þetta er unni með hjálp gerfigreindar jú, En þú hefur lesa greinan og yfirfarið þetta sko já, að megninu til sko, Ok. Tilur Ég þessara bara átta mig á premissunni, sko Já, ok. tilur þessarar greiningar Já. er bara eins og ef að segja að vísta fólk gerir Já. það hefur einhverju tilfinningu fyrir einhverju og fer að skoða það Já þannig að ég hafði tilfinningu Ég meina, fyrir því ég veit alveg hvernig þetta tala og þetta náttúrulega bara er augljóst og þú Já. þarft að vera bara komin ekki bara með annan fótinn heldur rúmlega það og í manusfyrir til þess að sjá ekki hvað þetta er augljóst Já, en ég ákvaða bara að skoða Akkurat. þetta Já, skilur og bara já. finna einhver dæmi og ég, hérna ok, fyrirsagnir kvenna, þær vísa mér oft til svona tilfinninga þeirra eða bara tilfinninga almennt þú veist, fauk í kristrún sem dæmi Já. skjálfti vegna írisar, eitthvað svona Óð í einhvern Já engar frásagnir kvenna er í svona áreitnis og ofbeldis umfjöllun þessa blaðamanns það er bara kalla engin í rauninni frá sjónarmiði kvenna eða eitthvað svona og það sem er líka áhvert þú veist, það er svona nokkuð þemur sem kom að það fram er að konum er oft stilt upp gegn hvor annari þú veist, það hérna innan fréttar já, Ok. í fréttaflutningi þessa blaðamanns Ok. þá er svona þessi kona og þeim svona allt saman já. dálítið. Ok. Og tónn blaðamanns er oft litaður af huglægu mati eða jafnvel sko fullyrðingum hans og það er sérstaklega eitt dæmi sem var svona alveg bara brútal og meiri segja gervigreindin hérna staldraði við það og það er sem sagt þegar að blaðamaður talar að hann er sem sagt einhver svona ofbeldisfrásögn, meint ofbeldi og þá sko er ekki kvótað í
þann sem verið að taka viðtal við, það náttúrulega ekki taki viðtal við meintan þólanda heldur meintan geranda þarna og þetta var einhver umfjöllun einhverja dínu og einhver listamann eitthvað og bla. Dínu? Já, einhver dína sem að var einhver staðar í einhverju, ég man ekki einhverju listasafni eða eitthvað og blaðamaður semst fullir að dínan hérna, þú veist, þá ætti dínan að vera staður þar sem að eitthvað brotátt að hafa farið fram. Já, ok. En hérna blaðamaðurinn fullir eins að dínan eins og fyrir hundin. Þetta bara dína fyrir hund, þú veist, í stað þess að vísa í, hann segir að þetta sé eitthvað svona, allavega. Og þessi blaðamenn nota reglulega nafnlausa heimildamenn eða sem ekkert óeðlilegt reyndar nema í samhengi eða samanburði við hinn blaðamanninn. Já, ok. Þannig að þú veist að regla nafnlausir heimildamenn eða svona einhver valin dæmi sem að styðja við frásögn eða andlag sem að fréttamaðurinn hefur valið. Ég bara fæ með þennan blaðamann auðvitað verða blaðamenn að vera með nafnlausa heimildamenn alltaf, en ég bara fæ það á tilfinninguna að oft þegar að þessi blaðamaður með nafnlausa heimildamenn þá sé hann bara að búa þetta til. Já, það ekki í greiningunni. Nei. En já, það getur vel verið. En sko, til að fá sanngjarnari mynd þá tók ég annan blaðamann og ég bara, þú veist, það var bara einhver blaðamaður þarna, kona sem var með frétt og ég bara, heyrðu, tek hennar greinar bara og fer í gegnum sömu kríteríuna. Bara til að bera eitthvað saman, sko. Aldrei nafnlaus heimild. Það alltaf vísað í stofnanir, gögn eða álíka. Það aldrei neinn afstæða sem að svona litast í gegnum umfjölluna, heldur hlutleysi ríkjandi. Viltu segja okkur á hvaða miðli þessi? Sama miðli. Á sama miðli, þetta bara sami miðill og í rauninni starfar undir, þú veist, frétta, bara sama. Það svolítið áhugavert. Konur fá rödd samanber rannsókn á ofbeldinnan Rafiðnaðarsambands Íslands og það svona fjalladóldið það bara sem dæmi. Allavega, og ég ætla ekki að fara eitthvað lengra með þetta en þetta var Excel-skjal og nota benni, ég þráttur að nota gervigreind þá nokkrir klukktímar á bakvið þetta af því ég fæ þrá ekki fyrir hlutum. Þannig að ég búin að grúska í þessu en niðurstaðan mín semst svo samkvæmt þessu, þá blaðamaður einhliða í umfjöllun sinni á málefni þar sem kallar eru sakaðir og þeir fá rödd og samkennd blaðamannsins. Það skín í gegnum umfjöllunina. Konur fá ekki rödd nema þá einhvers konar tilfinningarhlaðana og yfirleitt þá neikvæða, einhver svona gagnrýni. Það að segja sjónarhorn fréttaflutningsins gagnrýnin á konurnar. Á meðan hún aldrei gagnrýnin á kallana í þessum 70 greinum, aldrei. Það áhugavert, finnst mér. Þannig að ég get ekki annað en túlkað og séð sem svo að þessi blaðamaður sé að brjóta reglulega 27. grein laga fjölmiðla og fara á sveig við 7. siðareglu blaðamanna greinamenn og skoðunum og staðreyndum sem að blandast ansi reglulega og mikið saman. Það atriði, af því að nú þykist ég nú vita hvernig það tala og ég hef mikið ég hef ákveðis vit á texta og reynslu í því hvernig texti virkar best sko og ég held ég bara lesi sjaldan grein eða viðtal eða hvað sem skrifað af þessum blaðamanni þar sem að þú sérð ekki gjörsamlega augljóst frá upphafi hvaða skoðun blaðamaður hefur á málinu. Hverjum hann heldur með í dómsmáli, hverjum þú veist, hann að reyna hvað segja sko, skoðunum hvaða málefnis hann að gera hátt undir höfði. Þetta svo og bara hvernig þú myndar málskennarnar þú veist, blaðamenn eiga ekki að skrifa svona sko. Þetta ekki skoðana greinar en það eitthvað sem að viðkomandi blaðamaður virðist ekki átta sig á af því að hann hefur akkúrat þrætt fyrir þetta. Hann heldur því statt og stöðut fram að hans skoðanir komi ekki í ljós. Berðu þetta undir fólk sem að hefur eitthvað vit á texta annað en hann hefur
og málið er gjörsamlega auglust. Þetta er svo skammalegt. Svo er áhugavert hvað þessi blaðamaður er líka telur sig vera reyndan og mikilsverðan blaðamann, mér finnst það alveg hilaríu sko. Það er svona að því ég sé stundum umfjöllun inn á einhverju svona grúpum fyrir blaðamenn eða eitthvað, ekki það ég sé blaðamaður en allavega, herðu, og svo er það klálega 12. grein siðareglna sem að hann fer oft að mínum mati á sveig við, það er 12. grein siðareglna, það er að láta eigin skoðanir ekki hafa áhrif á hlutlagni fréttaflutnings og það fellur hann. Já, þannig að sko aftur, eftir, þú veist, að því að ég hafði þá skoðun bara, og það hefur komið í ljós í viðtölum við þennan blaðamann þar sem að hann er svona álitsgjafi að hann er algjörlega andfeminískur og hefur alla tíð talið feminista vera einhvers konar lúpínu í íslensku samhengi sem að eyðileggur allt og eitthvað svona. Það eru uppbreyta útbreiðslu þeirra. Já, það hefur bara komið ljós í viðtölum, skilur. Ég er ekki að segja að það komið fram í fréttaflutningi hans, en það er erfitt að tengja þetta ekki saman eftir þessa skoðun mína á honum, þessum blaðamanni, að bara það er mér óskiljanlegt hvernig ritstjórn svona beinir honum ekki inn í einhver átt. Ég skil það ekki. Ég skil það ekki. Og bara ef það hefur ekki verið gert, þá skil ég það ekki. En ef það hefur verið gert, sem við finnst rosalega líklegt, þá skil ég ekki af hverju hann fær að halda starfi. Nei, og það er enda bara nýlega, ég veit ekki hvort það tengist í að hann hafi verið gaggríndur eða hvað, en ég hafði aldrei áður séð að fréttinan gæsalappa sem að þessi blaðamaður skrifaði var sett undir flokkin ekki fréttir heldur lífið. Já. Mér fannst það alveg hilaríus að þetta var það þá mikil svona skoðana. Já, þú veist, bara eins og allt fréttaefni sem þessi maður skrifar en bara ég hafði aldrei séð þetta áður. Þarna var eitthvað viðtal, þetta var skrifað alveg eins og hann skrifar fréttir nema að það var einhver sem ákvað að fara þetta undir lífið, held ég efast að hann hafi sett þetta upp sem lífið umfjöllun. Ég bara á svo erfitt með einmitt að skilja ritstjórn vísis þarna sko. Já, en sko og maður tók eftir því að því að það kom að það svolítið langt tímabil þar sem að hann var ekki við vinnu. Já. Og ég fattaði það svona að því ég skoða oft vísi sko. Ég fattaði það svona eftir einhvern, þú veist, ég veit ekki, 2 mánuði eða whatever, ég bara, vísir er bara orðin miklu betri miðill en hann var, þú veist, þetta er betri skrif og það er svona, það komið meira jafnrétti einhvern veginn á umfjöllun og ég fattaði ekki út af hverju þetta var. Nei. Og svo þegar ég uppgötaði það þá bara eitthvað, já, ok þannig að vísir gæti ekki bara breyst tölvöld mikið. Já, en sem betur fyrir allega að segja, þá virðist hann vera í einhverju lágu hlutvalli, því að það er ekkert mjög margar greinar, sko í tíma, að því að tímabilið, þú veist, samanburðar blaðamaðurinn, þú veist, ég þurfti að fara miklu styttra aftur í tíman til þess að ná fjölda greina. Já. Þannig að það eru miklu fleiri greinar, meiri hraði, reiknaði líka með, hjá hinum blaðamannum, sem að ætti að segja okkur að minni tími í greinina, þannig að þessi blaðamaður sem að ég er að gagnrýna mögulega hefur hann sko, þú veist, hann gerir færri greinar, mögulega getur hann sett meiri tíma í þær en samt er það svona lélegar og meina hinn blaðamaður sem er hlutlægur og þú veist, eitthvað, vinnur hraðar gerir meira, minni tími greinar, en samt er það einhvern veginn hlutlægara og í rauninni fitta betur við svona þetta umhverfi. Eðlileg vinnubrögð líka, þú veist. Já, en nú er ég að hugsa sko að því að það eru kannski svona 4 sem mun ekki fatta hvern ræðir. Ég held að flestir okkar hlustenda viti hvern ræðir. Já. Ég er bara að hugsa að því að ég er bara að fara að hugsa hvort það gæti verið að baka mér eitthvað meiðir það eitthvað ef þetta fyrir eitthvað. Nei, bara... Ef ég segi nafnið hann sko. Já, við slum ekki gera það sko. En það er kannski erfitt að vita hvern,
Ég meina, ef fólk veit ekki hver þetta er, ég meina, þá fer fólk bara að vísi og pælir í þessum málum og yfkar sinn leskilning og dregur sinna álektan. Já, það er rétt. Ég held að Við það sé skulum bara halda þessu gera, bara sko. undir nafnlind. Já. En þetta var semst úttekt að þessu. Og sko, að því að ég heyri oft líka sko, hérna, þú veist, það sem við höfum séð er náttúrulega svona populista sem að hjóla í fjölmiðla á blaðamenn. Þú veist, Samherji gerir þetta við hérna rannsóknarblaðamenn sem að vörpu ljósi á, ég var að segja meinta spillingu þeirra. Já. Þá bara hreinlega hjóluðu þeir í ákveðna blaðamenn og hérna á þetta þekkt bragð hjá Trump og Sigmundur Davíð og fleirum svona populistum. Já. Þannig að mér finnst alltaf svona óþægilegt sko að gagnrýna blaðamenn en við verðum samt líka að geta gagnrýnt á sérstaklega málefnilega. Já. Það er eitt að sko Ég sammála því, mér finnst mjög óþægilegt gagnrýna blaðamenn og ég ber mikla virðingu fyrir blaðamannastéttinni en kannski einmitt þess vegna finnst mér þessi svarti blettur á blaðamannastéttinni svo mikið mál og svona, þú veist, það verður að gera eitthvað í þessu. Það er ekki bara að bíða eftir að maðurinn fari á ellilífeyri, skilur. Hvaða þvæla er þetta? Það er ekki að bjóða fólki upp á að þú veist, hérna fjölmiðill sem á að gæta hlutleysis, fjölmiðill sem á hlutlægni sem á að sko tala máli beggja sjónamiða að þetta sé matreitt svona það er bara óboðlegt af því að nú vísir nú kannski engin sko er ekki að fá ykkur gífurleg velun fyrir vandaða fjölmiðlaumfjöllun en hann er nú svona allt í lagi. Skilur, það er ekki eins og við séum að tala um einhvern algjöran skýta miðil sem er alveg til það er ekki eins og við séum að tala um einhvern einn bloggara sem þykist vera með einhvers konar fjölmiðil í gangi, skilur. Þetta er ekki þannig. Vísir er nú þokkalega virtur fjölmiðil. Hvernig látið þetta viðgangast? Þetta er skandal. Já, þetta er eiginlega alveg galið. En það sem að minnst líka alveg galið er sko og ég er svona verið að velta því fyrir mér ótengt þessu manni per se að það er sko hvers vegna fjölmiðlum finnst ótækt að sniðganga til dæmis ef að segja umfjöllun meinta ofbeldismenn þú veist, hvers vegna að því að þú veist eins og til dæmis bara það er ákveðin hlaðverf sem að augljóslega eru ítrekkað alltaf að auglýsa sig jú. og þú veist, og að vísir og DFF og eitthvað, vissulega DFF kannski byrtir næstu því bara hvað sem er en þú veist, af hverju er svona erfitt að vera með eitthvað bara svona eitthvað prinsip afstöðu bara já, við þurfum kannski ekki endilega að lifta þessu upp þó að, þú veist æskilur, þú veist, er eitthvað staðar eitthvað svona ég svo sem sá það ekki hjá mér en kannski veistu það, er eitthvað staðar eitthvað svona já, nei, þú mátt ekki vera eitthvað sniðganga sömt fólk og þú eru bara að fjalla það sem er áhugavert eða þú veist, ég skil þetta ekki ég meina það, ég veist, kannski má segja að það sé hlutur af því að gæta hlutlægni, skilur að passa að öll sjónamið komist að en ég meina við sjáum til dæmis bara að þegar að fólk átta sig á því bara til dæmis hvað er í gangi bara þegar þú nefndir Trump sko, þú veist þegar að fjölmiðlar átta sig á strategíunni sem kemur náttúrulega bara, þú veist, þetta Heritage Fund dæmi og allt þetta að þegar átta sig á því að strategían er að vera með það mikið af þvælu að þú hefur ekki mannafla eða tíma til þess að vinda ofan af sko rangmælum og lygum og þvættingi þá taka sumir þeirra bara þá afstöðu að bara ignora þetta sko. Bara, við getum ekki verið að flytja fréttir af þessu þetta er bara kjaftaði þú veist, ég held að sko fjölmiðlar verði alltaf að geta lyft sér að haga sko vinnubröðum sínum í samræmi við þá sem er að reyna að spila með þá Já
og ég veit ekki hvort að við séum endilega konur út í það, ég ætla ekki að fara að brigsla þessum manni það að hafa vit á því hvað hann er að gera en ég held að sé samt alveg svona ég held að sé alveg þess virði að staldra þess við og bara hugsa, þú veist hverju er verið að reyna að koma á framfæri þarna sko og er þetta eitthvað gagn í þessu fyrir íslenskt samfélag hvort sem að það snýst að fræða og upplýsa eða að ég veit ekki, stýra okkur á betri stað en við erum á sko. Já, hann allavega þessi blaðamaður veitir ákveðið mótvægi við feminískru orðræðu ekki það sé vöndun á því svo sum en það er eitthvað sjónarmið kannski sem að má nota hérna. Já, ég meina þú veist feministar er ekki tafnir yfir gagnrýni skilur en gagnrýni má nú kannski vera málefnaleg og það má kannski vinna eftir hvað segja, siðareglum og lögum. Það er ekki verið að fara fram á mikið meira það. Nei, allavega ekki, ég var allavega ekki að fara fram á mikið meira hér. Já, herru, við erum búin með hlustanda, það er svolítið skrítið samt. Já, það er svolítið erfiðar að enda þáttin á okkur fyndnu þegar við erum ekki með hlustandan í lokin. Já. Ef við taka annan hlustanda? Já. Það er ekki bara? Jú. Endum þetta á hérna einhverju, maður sjá. Það er komið að hlustanda dagsins. Númer 2. Manstu, Þorsteinn, þegar ég sagði að ég var að skrifa hérna einhvern langan miða með penna sem að var búinn. Ég man eftir því. Já, það eru svona 5 mánuði síðan eða eitthvað. Jú. Þetta er hann. Já. Og miðinn hefur nú ekki orðið skárri með tímanum. Nei. Ég get valla að sé hvað stendur hérna því að það er eiginlega engin penni. Nei. Ég ætla að gera tilraun og ef þetta gengur ekki, þá bara verða að taka annan. Hérna stendur, sýnist mér, hvernig náið þið að hlúa að ykkur og halda geðheilsunni í öllu sem er að gerast í samfélaginu það er að segja það er að segja í útlendingamálum jafnrétti, kynja eitthvað, sé ekki hvað stendur hérna málefnum transfólks vegan fordóma og svo framvegis kveðja sko reiði vegan feministinn Já, sem ég man ekkert hverju þetta er, ég veit ekki neða djöfull er erfitt, sér þetta? Það er alltaf hægt að sjá hvað er þetta. Nei, ég held þú hefur bara búið til. Vá, þetta er rosalegt. Bara búið til, sko. Allavega, hvernig náðu að hlúa að ykkur og halda geðheilsunni í öllu sem er að gerast í samfélaginu og svo kemur hana, margt af því sem við erum að tala um í þessu þáttum. Já, sko, fyrir að fyrsta geðheilsa hér er verið að gefa sér það að hún sé til staðar. Að hún sé góð. Það er ekkit endilega rétt. Það er kannski ekkit mjög rétt. Ég let planta mitt í sálfræðings, það var allavega eitthvað. Já. Ég les, það hjálpa mér alveg ógeðslega mikið að lesa skáldskap. Ég fer í gönguferðir og bölva lúpínunni. Ég spila frisbeegolf sem er eiginlega bara svolítið svona útivera og hreyfing sko, í tínidisnum mínum í helvitis lúpínunni og ég ágefandi samræður við konuna mína og þú veist það er eiginlega þetta og stundum með börnunum það er eiginlega þetta sem svona heldur mér þokkalega sein. Já, einmitt. Já, ég hef náttúrulega talað um það sko ég kannski misti mína geðheilsu hér fyrir einhverjum mánuðum eða árum já, það má segja það en sko að haldinni að einhverju leiti hlúa að ykkur og halda geðheilsu já, hlúa, sko ég held bara hreinlega að það besta sem að
ég gerði minni geðheilsu var hreinlega að verja minni tíma í að vita hvað er að frétta skilur við, bara í alvörinni já, bara verða meira ignorant sko. Okay. Það er eiginlega það sem að gerðist Já. Ég gerði það náttúrulega líka hluta til með, þú veist, þegar eiginlega bara samhliða því að við byrjum á þessu Já. er bara, þegar ég var að segja, þú veist, ég ætla ekki að vera alltaf eitthvað að nöldra í fólki á internetu Já. Það var líka bara svolítið eitthvað sem ég þurfti til þess að hlúa mér sko. Einmitt. Og ég bara, þú veist, ég fann það úti þegar ég var hérna núna í Portugal að ég bara, þú veist, ég var ekkert, ok, ég las alveg eitthvað af fréttum, en engan veginn jafn mikið og ég geri bara svona í hversdagsleikanum líka þegar maður er kannski eitthvað milli tíma í kennslu eitthvað aðeins að tjekka hvað er að frétta eitthvað svona ég gerði það bara miklu minna og það var bara miklu meira næs Já. þannig að ég kannski ekki alveg að marka þegar þú erst náttúrulega í Portugal já, bara hafa það næs jú. en jú, ég held að þetta spila alveg inn í og svo náttúrulega fara til útlanda og svo náttúrulega þessi tókstreita sko. Já. Veist, ef þú veist að rembastu að vera þú veist, ykkur aktivisti og þú veist, með ykkur podcast og skrifa taka þátt í samfélagsumræðinni skilur Já. Þú veist, getur þú þá left þér að kúplaða út úr fréttaflutningi skilur, veist, þetta er svolítið strempið sko Já, en þú veist en þetta er líka alveg spurning ég menna þú veist bara við sem einstaklingar skilur við getum ekki gert allt það er bara þannig og hérna já, ég er einhvern veginn bara svona farin að viðurkenna það að það er ekki hægt að taka alla baráttur og það er ekki hægt að taka alla slagi, það er ekki hægt að vera inn í öllu þú veist, það mun bara éta þau það mun bara drepa þig sko. Pick your battles þetta er pínu þannig og hérna, þannig að já frétta minna velja slagina en svo náttúrulega stundum þá bara kemst maður ekkert undan skilur og hérna þá getur maður en og sko, lesa ekki sko, þú talaði um það held ég í þáttunum líka sko, að þú lest ekki um þig sko. þú veist þegar að vera að tala um þig já, nei. Það sé hryllilega mikilvægt upp á geðelsuna sko. Já, það er kannski, þú veist, það er kannski ekkit öll sem að tengja við það þú veist, en eru samt brjáluð, fattur já. Að bara vera einmitt já, að velja þetta einhvern veginn sem er náttúrulega ömurlegt sko en við sem einstaklingar getum ekki breytt heiminum einn ég vil samt sjá bara bylting en við getum það saman já við erum ein rödd í kórnum sko, getur alveg þagnað til að draga andan annars að þú heyrir kórin lækka sko. Já, sko ég bara í alveg, hvenar verður einhver svona bara alveg bylting bara eitthvað brjálaði hvenar gerist það? Ég held að það gerist aldrei Á Íslandi? Ef það er ekki búið að gerast í ástandinu sem er núna, sérstaklega í Bandaríkjunum hvenar gerist það þá? Ég átta mig ekki á því sko. Nei Ég hef ekki trú á fólki til þess að geta haft almennilega byltingu Nei En hringi ég mig þegar hún byrjar, ég mæti Þú ætlar ekki að hérna eiga þátt í að byrja hana Þetta er náttúrulega vandamáli sko. Fólk er bara að bíða eftir eitthvað gerist en það er ekki að gera það Já, einmitt Já, Heru, það er bara svona léttmyndi í lokin Þetta er bara, gott að fá svona skemmtilega hlustenda pælingu svona í lokin og bara eitthvað svona skemmtilegt